Komið sæl, það að síða lokum þessa þáttar, Gunnar Smári. Við erum búin að fara víða í umræðinni. Já. Má segja að Trump og aðgerðir hans hafi svona rutt sér í fyrsta sæti í umfjöllunni. Sem var svolítið verið að tala stöðuna í íslenskum efnahagsmálum sem ég held að við höfum að hafa svolítið fókus á. Það er svona næstu vikum. Já, já. Því að greinilega þörf á því. Já, mikið atvinnuleysi og verðbólgan hækkaði líka og ég held að það er svona væntingar að lækkun bensínsverð muni lækka en það kemur þá kílómetragjaldið á móti en svo verða það útsölur í janúar. Bílarnir eru að hækka út af hækkun vörugjalds þannig ég ekki viss að koma eitthvað svona að verðbólgan gangi eitthvað niður. Þegar ég fyrir út í búð það er ekki það verður alltaf hissari. Það er eiginlega maður fyrir út í búð að kaupa eitthvað smottir í maður og þá er það bara komin 6.000 eða 10.000. Það er svo lambakjött. Rosalega dýrt. Það er svakalega. Keypti svona hangikjött bara svona á brauð. Ég bara, það verið 2.000 kall eitthvað svona sem að döða á tæbrauð þar. Við keyptum lítið hangilæri með beini. Og það var alveg skuggalegt maður. Þetta er bara einu sinni árið sem að gera þetta. Þannig það er svona margt í og ég held að það er eftir að breyta svolítið í pólitíkinni. Ég held til dæmis að því að var verið að tilkynna núna hverju var að bjóða sig fram í prófkjöri Samfylkingarinnar. Ég veit ekki hvernig Samfylkingin upplifir það hvort að hún sé að koma inn með meðbyr frá landspólitíkinni. Ég held að það verði ekki. Ég held að ríkisstjórnin verði í miklu meiri svona erfiðleikum þegar að fara að líða vori. Mér finnst það líklegt. Pétur Martinsson, hann, gamli hafsendinn, hann skoraði bara sjálfsmark, bara fyrsta tækifæri. Prófkjör það ætla að vera að segja Sáttflokksins. Ég fór eitthvað að lesa, leita hvort hann hefði eitthvað fjallað pólitík. Mér finnst það svolítið svona að þú gefur fram í pólitík að þá þarftu að hafa tekið þátt í samfélagsumræðinni einhverju leyti. Ég fann bara eina grein frá því hann var í framboði fyrir Sáttflokksins 2009 og þá var það svona beint eftir hrun og ég man ekki hvort mannst eftir það var stundur svona tótt svona við megum ekki vera of reið og eitthvað svona sem er kannski mannlegt og eðlilegt en það var ekki pólitík í þessari grein. Nei. Þannig að mér finnst það svolítið svona að stíga fram og segja ég vil leiða Samfylkinguna og verða borgarstjóri og maður þarf eiginlega að fara að googla svo var hann spurður í viðtölum og þá segir hann eitthvað svona almenna frasa og eitt frasin var að það var verið að stríða nú náttúrulega að koma frá Sjálfstæðisflokknum fólk er svolítið fylgjast með því þannig að ég held að bara fólk vilji bara borg sem að virkar en þetta er slagorð Sjálfstæðisflokksins frá síðustu borgarstjórnarkosningu og Hildur var að skrifa grein sem endar einmitt á þessu. Við viljum Reykjavík sem virkar. En ég ætla að spá því að Heiða hafi sigur í þessu prófkjöri. Ég held að. En ég held að Samfylkingin kom ekkert sérlega sterk út úr þessu. Nei, og nýjasta skoðanakönnun náttúrulega þeir eru að bæta við sig síðan síðast. Já, það er milli sem fórustu flokkur í borgarstjórninni þá er Sjálfstæðisflokkurinn með 10-15% meiri. 35% og þeir voru svona rétt undir 25 núna held ég. Samfylkingin myndi bæta við sig einu manni en Sjálfstæðisflokkurinn 2 eða ekki. Sem er nú ekkit slagt svo sem ég á Samfylkingunni eftir að hafa verið í fórustu í meiri hluta í bara fleiri ára en við munum bara. Nei, þess vegna voru þessi svona hugmyndir inn í flokknum að það þyrfti endurnýjun. Það væri sniðugt að koma fram núna með svolítið svona annað svipmót. En ég sá ekki að það væri svona á þessu sem voru að gefa sig fram fyrir utan Pétur að þá voru þetta fólk sem hefur gert þetta oft áður, búið sig fram í ýmsum prófkjörum hjá Samfylkingunni. Nei, margt ágætt fólk. Já, Guðmundur Ingi Þóroddsson í afstöðu, hann er þarna, en hann hefur búið sig fram áður og Magnea Martinsdóttir sem hefur oft komið, svo ég tala bara gesti okkar, og hún var líka í prófkjörinu fyrir þingkosningarnar held ég.
eða eitthvað starf var hún í svona, hafði verið áður í boði. Hún sem að var framkvæmdastjóri eða formaður ÖBÍ, Kalmon. Já, líka hvað heitir hún, Rannveig Gíð eða hvað? Já, hún ný held ég. Og ég hef ekki séð hann í framboð áður sem að var talskona kvennaatkvæðisins. Þannig að það svona endurnýjun þar og svo hafði ungliðarnir verið með sitt eigi prófkjör og ákveðið að það færi bara 2 af þeim og þeir alltaf að styðja, ég skil taktíkina þannig að þau velja raunverulega frambjóðendur í eigin prófkjöri sem að fara yfir í stóra prófkjörið og það alltaf líklega ungliðarnir að tryggja það að vera endurnýjun og þeirra fólk náðu fram. Svo ég glemði Skúli Helgason, hann búin að vera lengi, hann sækist eftir endurnýjun. Öðru sætinu. Það voru ekki margir sem að Nei, það var eins og Guðmundur Ingi Þóroddsson, ég held að hann hafi verið að biðja 3. sætið og það var svona ekki margir sem að en ég kann ekki þetta. Ég var að horfa á þetta og segja býður fólk sér ekki bara fram í bara fyrsta, af því að stundum var það þannig í gamla daga að þá gæti að vera snjallara heldur en að vera að bjóða sér bara fram í 4. Af því þá farið eiginlega ekkert það fyrir ofan. Safna engum stuðningi. Nei, þannig að frængur þínar og fleira geta kosið í fyrsta sæti. En ég kann þetta ekki. Og viðkomandi getur gert það sjálfur þá. Það getur að svolítið betra að merkja sig í fyrsta heldur en í 4. Það er betra að fá 1 atkvæði heldur en ekkert. Já. En ég veit ekki, mér fannst þetta svona... Svo er það sjálfnir. Já, það er Guðlaugur Þóra eftir að svara. Já. Og núna er svolítið svona, þessi síðasta könnun var svona svolítið meiri að fylgi yfir á sjálfstæðisflokkinn heldur en hafi verið áður. Já. Það hefur verið svona í 30, 31, 2, nú var það 35. Þetta var tekið einhvern tíman í desember. Ég veit ekki alveg hvenar. Ég fór að reyna að lesa fréttirnar. Það var eiginlega lengi sem sagði frá því hvernig það var tekið. Því að mér finnst það svolítið skipta máli, hvort það sé alveg yfir jólin eða milli jól og nýjárs, sem að fólk svona... Svo er þingmaðurinn Vilhjálmur Árnason, hann er að sækjast eftir að leiða sjálfstæðisflokkinn í Reykjanesbæ. Ég fór að benda á að kannski er þetta merki að því við höfum oft talað veikleika þingflokks. Það er ákveðin veikleiki að ef að Guðlaugur Þór, Áslaug Arna komin í nám, Vilji Árna vill fara að verða bæjarstjóri. Ef það eru svona margir úr þingflokknum sem að sjá kannski enga svona sérstaka framtíð, ætli ekki að taka slaginn, af því að þau þurfa að taka slaginn og mér finnst það ekki endilega gott ef að því að þarna ferðu með ansi mikla þingreynslu ef að þessi 3 færu öll og ég man ekki alveg hverju kom í staðinn, ég held að hann komi Árni Helgason eða ekki er að komin á þing. Nei, það var pælingar ef að Þórdís Kolbrún hún er svolítið með alveg mjög sérstakar stöðu í þingflokknum og ég hef svona stundu verið að gæla við að halda því fram að hún myndi enda í svona félagaskiptaða glugga. Þú talaði svolítið um það. Já, að hún að því að ég upplýði eitthvað hún fyrir eitthvað samfylkingu viðreisn eða hvað heldur? Ég held að hún finni sig bara ekki í þessum sjálfstæðisflokki eins og hún er núna. Nei. En svo náttúrulega hefur reyndar sjálfstæðisflokkurinn alltaf verið með að það er pláss fyrir eitthvað svona sem að spilar hálfgerðan einleik. Þú veist eins og Gunnar Thoroddsen og Sverrir Hermannsson var alltaf svona og það var líka Matti Bjarna, þú veist, þetta er svona sem var eiginlega alveg sama á hvaða ferðarlega flokkurum var, þeir voru alltaf sínu eiginlega. Og Egill Jónsson var líka þessu. Þeir voru í þingflokknum Pétur Blöndal. Þegar Davíð verður formaður og eftir þegar hann er forsætisráðherra þá er hann með þessa gamlu kalla innanborðs og þeir voru, ég veit að ég var þingfréttamaður á þau tíma, ég veit að þeir voru mjög tregir til að elta hinn nýkjörna formum, voru svolítið svona stífir. Já, leta hann finna fyrir sér. Leta hann finna fyrir sér og fengu ýmislegt fyrir það er alltaf þannig. Það getur verið sniðugt að færa sér svona aðeins til hliðar þannig að það þurfi að sleikja það eins upp til þess að fá til þess að samþykkja að það færði eitthvað. Ég tala ekki svona, þú varst að talja þaulæfða kjördæmapótara sem að gáttu þá komið með eitthvað í pókanum. Sem að vilja alltaf fá eitthvað fyrir stuðningin. Pétur Blöndal var dæmi svona mann í Sjálfstæðisflokknum sem að fer sinna eigin, Villi Bjarna þegar hann var líka svolítið svona á sínu megin.
Já, og var líka að refsa fyrir einhvern veginn. Mjög. En ég veit ekki... Og að fara illa með Vilhjálm Bjarnason. Já, ég held að Þórdís hafi verið 18 ára þegar hún fór fyrst í nefnd upp á Akranesi fyrir hönd flokksins. Þannig að hún eiginlega þessu þingmönnum sem eiginlega helst alin upp inn í sínu flokki. Þannig að þetta mjög ábyrgðarlaust hjá mér að vera í að því að hún gæti skiptið yfir í Viðreisn. Já, en það náttúrulega sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega breyst mjög mikið. Og ekki bara sín vegna heldur líka annara flokka. Og ég líka spáði þessu vegna þess að hún hugsa mikið öryggismál. Og mér finnst eins og hún sé á leiðinni frá Bandaríkjunum til Evrópu. Mér finnst það bara hvernig hún skrifar. En ég er ekki að segja að það endi með því að hún vilji bara gangi í Evrópusambandið, ég veit það ekki. En mér finnst flestir í sjálfstæðisflokknum bara meiga helst ekki á það heyra að það sé eitthvað vandamál í NATO, að við ættum kannski að svona íhuga varnarsamningin, ég er ekki að segja hann upp eða eitthvað, en það er kannski aðra forsetur núna þegar Bandaríkin að taka Venezuela og láta eins og þeir bara stjórnu því, búin að taka auðlindirnar. Hertu umræðu Grænland og Kanada í samhengi við það. Þannig að ég meina, Varðberg félag NATO-elskanda á Íslandi, þeir ættu náttúrulega að vera með neyðarfund bara, þú veist, hvernig eigum við að bregðast við, því að hinga til hefur Ísland bara alltaf verið sammála Bandaríkjamönnum í NATO, en það er ekki hægt lengur. Nei. En þetta Grænland er okkar næsti nágranni, Já, en ég myndur freka segja Noregur. Nei, hann er næst, ég er að tala en það er svolítið gjá á milli, það er enga samgöngur nema það flogið eitthvað einu sinni Já, ég er að segja þetta á landakortinu, það sé myndi. En við erum svolítið á eftir. Við hefum átt að rækta meiri samskiptir en að búa til samgöngur þarna yfir og eitthvað fleira. Því að það er mjög erfitt fyrir Grænlendingarnir, þeir þurfa alltaf skipin sem að koma með vörurnar, fara alltaf til Kaupmannahafnar. Það er allt sem þarna er frá Danmörku. Hver einasti hurðahút, hver einasti gluggi, allt efni sem að þeir eru notað, þannig að Danirnir hafa þurrmjólkað þetta samfélag. Þannig að við hefum alltaf möguleika á að bjóða upp einhvern svona annan valkost. Það er rándýrt að flytja efni þarna með þessu opinbera flutningafélagi. En það er nú annað. Halla Hrund Logadóttir, ég held að hún sé líka ef þetta væri félagaskiptagluggi. Já. Hvert færi hún? Samfylkinguna. Já. Ég held að hún og Kristrún ættu bara ágætlega saman. Já, ég veist að Samfylkingi myndi fagna því að fá hana. En svo er það þá formaður. Hún vill ekki vera formaður, hún segir það og líklega metur þannig að hún hafi bara ekki stuðning. Hún sé ofmikil svona utan hóps manneskja, þannig að næsti... Ingibjörg Ísaksen verður formaður ef hún vill það. Já, þá er það þannig að flokkurinn skreppur saman og þá eru bara eftir svona innmúraðir og innvíðir. Og þá er það Ingibjörg sem verður það. En ef að inn í hópnum sé þannig að við verðum að geta stækkað, þá myndu við kannski horfa á Höllu Hrund eða eitthvað svona annan, en alveg svo þeir sóttu Sigmund Davíð 2009. Jú. Bara sem álitsgjafa hjá Agli Helgasyni. Og fyrirverandi Kastli. Borgarskipulöglis, hann var búinn að vera að tala þau mál hjá Agli. Hann var mjög skemmtilegur í því hlutverki. Já. Og talaði þá var hann hafi verið í námi í Moskvu og Oxford og var kynntur sem svona frjáls fræðimaður með önnur viðhorf. Það var doktor? Nei, sagði hann eitthvað um hann? Það var dregið svo tilbaka. Hann er ekki doktor. Nei, ég veit það. En það var einhver miskilningur sem fór á stað með það. Þetta er fyrir iSafe og það allt saman. En þau tóku hann sem svona bara áhugaverðan, viðkunnarlegan álitsgjafa í Agli Helgasyni og gerði hann að formari. Þannig að Framsókn á þetta til. Höskuldur Þórhallsson og Páll Magnússon voru í formannskjöri. Þeir voru svona klassíski Framsóknarmenn, en ég held að síðan Sigmundur sótti alls konar fólk inn í flokkin. Eins og Frosta Sigurjónsson, sem að enginn held ég hafi tengt við Framsóknarflokkin áður, og Willum, hann svona... Já, ég man eftir þeir voru Káur Larsson á sín tíma, valdi heitinn og hafði enga trú á Willum sem
þjálfara þegar maður framsóknarmaður. Þannig að það lengra séð, sko. Þetta svona annarkvort gera flokkar þetta, þeir eru rótum svo fáir að þeir velja þann sem er innmúraðastur eða þá að þeir reyna að tegja sig eitthvað annað. Samfylkingin var komin í þessa stöðu. En reyndar Logi náði að draga inn í framboð eins og Helgu Völu og einhverja svona fólk svona til þess að lífga upp á, en það var ekki nóg. En það var ekki fyrir en þeir sóttu Kristrúnu Frostadóttur í og ég man ekki betur en að það hafi komið fram þegar hún var að bjóða sig fram sem þingmaður að hún hafi skoðað til dæmis Viðreisn, átti í samtölu við hinn og þessa flokka, svipað við sagt Snorra Másson, hann fór og go shopping eins og sagtir, hann kannaði hvað Sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á og Miðflokkurinn bauð betur. En það var ekki að tala um að það hafi verið bórað á fé, það bara bauð upp á betri framtíða sín. Já, meiri möguleikar, persónulegi möguleikar. Einn möguleiki á svona einhverju óvæntu, er þetta ekki þannig, er þetta ekki að því við erum búin að láta fólk skipta flokk og svona, þetta ábyrg völvusspá. Já, mjög svo. Er að ein leið út úr vanda Sjálfstæðisflokksins er einhver svona sameiningu í Miðflokkinn og það byggir á umbótaflokkur Farage og Farage talar eiginlega þannig og þetta er dæmum úr kanadískri stjórnmálasögu að það er flokkur sem býður sig fram og þykist vera hreinni heldur hinner sem enda með samruna og fórusta klofningsins að nær flokknum yfir og það var í haust svona sem ég var að lesa aðeins hvernig íhaldsmenn voru að skrifa stöðuna í Bretlandi og þá kom mér óvart að þetta var eiginlega bara verið að velta þessu fyrir þessu valkost að umbótaflokkurinn og íhaldsflokkur geti saminast. Hér geti þetta aldrei gerst með Miðflokkur Sjálfstæðisflokk nema Sigmundur Davíð yrði formaður. Já, nema að Miðflokkurinn klofni og það verði til Snorra Mássonar armurinn sem að sumir hafa bent á að sé bara þannig típa, hann ætlar ekki að vera í aftursætinu lengi. Nei. Þetta er svona eitt sem að má velta fyrir sér. Svo er hann náttúrulega framboðið í sveitarstjórnarkosningunum, hvort að Píratar og VG bjóði fram. Eða hvort að fólk fylki sér vor til vinstri hjá Sönnu. Hvort að það verði bara í Reykjavík. Það var ekki tekið til greina í þessari skoðanakönnun í Íslands? Nei, þeir eru voðalega íhaldssamir þeir sem eru að gera kannanir. Ég man að þegar við stofnum Sjálfstæðisflokkinn á sín tíma, það var ekki fyrir en að fólk skrifaði inn í annað Sjálfstæðisflokkurinn og það var komið held ég yfir svona 4% að þá settu Sjálfstæðisflokkinn á listan. Og þá var það, ég spurði auðvitað þetta, og þá sögðu sem að það var bara komið svo margir sem að nefndi þetta að það var skekkt í alla hina myndina. Þannig við urðum eiginlega að hafa hann á listanum til þess að fá raunhafa mynd á fylgi hinna. Því að þú fær bara lista yfir eitthvað og þú krossar við eitthvað og annað frambúðana Sönnu, ég meina einhverjir gera það en við sjáum það ekki, það gefur bara eitthvað annað. Ég held að það hefur verið í þessari frétt. Það var eitthvað bara 0,6%. Já, vegna þess að þetta er eins og þú komir á veitingastað og fáið matseðil. Það er ekki svo margir sem segja, heyrðu, ertu ekki til í að bara baka omelett vandan fyrir? Það er ekki, þú veist, því að langflestir, og það var að hafa í huga þess að betur kannanir, langflestir er að svara þessu svona með svona, ekkert svona djúpri alvöru, sko. Fólk er ekki að fíblast, en þetta er ekki endilega mælikvarði á það, þú veist, hvernig fólk myndi akta eða hegða sér, ef það væri að bara ganga inn í kjörklefan, sko. Nei, en sko, eða síður sko, þá mæla skoðanakannanir náttúrulega augnabliki sem eru teknar á. En það vantar inn í þetta að mér finnst sko skrítið ef að vor til vinstri er ekki að inni af því að sko Sanna Möndarinn er náttúrulega mjög vinsæll stjórnmálamaður og hefur náð mjög góðum árangri og það bara... Ég myndi röki sem ég var að segja að mér hafi verið sögð þarna fyrir einhverjum árum eiga við í dag. Mæling á fylgi flokkana í borgarstjórnarkosningu við Reykjavík í vor
þú nærði engri mælingunni að spurja frambúðina Sönnu. Af því að þú veist ekkert hvað, kannski bara 5% stig af því sem hjá Samfylkingunni tilheyrir raunverulega henni og þú veist ekki neitt. Nei. Og kannski nú mælist sósíaldaflokkurinn 6%, kannski þetta nýja stjórn sósíaldaflokksins sem nýtur svona fylgis, en kannski þetta bara allt Sönnu fylgi, sko. Og sama að VG var inni núna með einn mann og Píratar inni með einn, kannski breytist þeirra fylgi og kannski kemur í ljós að öllum líkar vel við Sönnu en enginn til í að kjósa frambúðinnar. Þannig að ég myndi halda að ef þú væri alltaf að gera kannanir, þetta væri eitt af svona áhugaverðustu spurningunum. Svo getur það líka ráðið miklu sko veg vors til vinstri er líka hverjir í öðru og þriðja sæti. Af því að það eru síðustu kosningum var hún kjörin og einn með henni, þannig að sósíalistaflokkurinn átti 2. Og lengi, áður en að þessi læti byrjuði í flokknum, að þá mældist sósíalistaflokkurinn með 3 í Reykjavík. Þannig að það var svona leiðin, ég held að verið 13,4% sem var fylgið bara í febrúar. Hvað hafa þeir sem að náðu flokknum yfir til sín? Hver er tilgangur? Já, þeir eru alltaf að bjóða fram. Já, það er nú sko liðin talsverður tím og það er ekkert svona... Það er engi komið með lista, þannig að það er ekki að skamma á. Nei, ég var að segja málefni. Það er einhver svona skoðana greinar og... Já, það kemur svona sirpa svona eins og þessi átök að skrifa hitt og þetta. Svolítið mikið hvað þeir sem voru áður í flokknum eru vondir. En það kemur samt alltaf svona... þig eitthvað? Nei, það var mest fæst búið að færast yfir á Sönnu. Núna upp á síkast. Þeir samfærða fólkum að sanna sig ofsalega óheiðaleg. En það kemur svona einhver gusa, ég sá að var frá flokknum í gær að eini flokkurinn sem að sendi frá sér yfirlýsing út af Venezuela. Þannig að það eru fundir eða eitthvað, en ef einhver bara hafi tekið að sér að skrifa þetta. Þannig að það en ég hef ekki heyrt neitt svona, þeir voru auglýstu eftir tilnefningum eða fólk gæfi sér fram. Ég sé ekki heyrt hvað en það er engi flokkur komið með eitthvað. Hvað heldur þetta sem svo Framsókn geti gert? Er hægt að bjóða upp á Einar Þorsteinsson? Nei, það er ekki mikil von þar. Því ég hef stundu verið að segja að Lilja Dögg Alfreðsdóttir frekar að hún að bjóða sér. Það var eiginlega komið að geta bjarga henni pólitík. Hún nýtur svona fylgis, ég veit ekki hvað það er mikið, hún fekk ekki sérstakt kjör síðast, hún náttúrulega sem ráðherra og fleira, þá var náttúrulega Framsóknarflokkurinn var að fá útreið svona svipað og Samfylkingin 2013. Og svo kom næsta kosningu eftir það sem að þau voru ennþá í framboðið ekki, Össur og bara allt sama settið. Og fjall allir. Allt bara hrundi. Og að einhverju leyti fekk Ásmundur Einar, Lilja og Willum svoleiðis útreið, sko. Þess vegna finnst mér svolítið skrítið að þetta fólk skuli ekki horfa á að þetta var, ég meina, þú veist, ég reyndi í pólitík og ég meina, þetta er bara, þú veist, ekki boðlegt fyrir Framsóknarflokk að fá svona lítið fylgi. Ég sagði þetta daginn Svandísi, að þú veist, hún getur ekkert verið áfram formaður VG eftir, þú veist, þú verður bara að horfa sig augu við það, þú veist, ég var að reyna að koma þessum stein upp brekkuna, en ég náði honum ekki. Þannig ég vil ekki einhver annað pröfa. Hún er búin að ákveða það. Ég held að það hafi verið bara ljóst, annars svo getur það líka verið alls konar atrið inn í þetta að VG fær ekki styrk á þessu ári. Þau kom fram þarna í einhverju sem að voru að fylgjast með birtingu ársreikninga þessu stjórnmálaflokkana að þeir áttu eitthvað 20-30 milljónir í sjóði síðustu áramót eftir kosningarnar. Þannig að þá er þetta að reka skrifstofu og kannski getur formaður verið á launum eitthvað og svo er bara peningur í búinn og hvað er það að gera? Já. Þau pökkuðu nú niður bara eftir kosningarnar. Þau voru, ég held að sé, ennþá í þessu skrítið hús þarna á Hallavarstígum sem er kvenréttindafélag. Já, þeir eru bara í einhverju pínlítil kompu. Eða herbyrgi. Já, það heitir kompa, lítil. Er það kompa ef það er ekki gluggi og svona? Nei, þetta ekki. Þeir eru ekki í stórum sölum. Nei.
Þetta, miðflokkurinn var hérna, ég var frétt á MBL, Björn Ingi, ég held að það veri ein frétta sem að Sigmundur Davíð sagði að Björn Ingi ætti að sjá að finna frambjóðum, mér þessu skrítið. Þannig að Moggi hringir í hann og kemur hérna, og mér finnst þetta að vera eiginlega minnsta frétt sem hefur verið. Eiginlega eina sem var í fréttinu að þeir ætla að bjóða fram. Það var, annarkvæmt ekkert annað klárt eða hann bara mátti ekki segja neitt eða gæti ekki sagt neitt eitthvað. En þetta var svona stór frétt, sko. Og svo var bara að tala við hann og hann segir ekki neitt. Þannig að eiginlega eina sem að hönd og festi var að líklega mun miðflokkurinn bjóða fram í borginni. En annað því ég nefndi voru til vinstri, það er náttúrulega alltaf möguleiki á því að smitist yfir í til dæmis Kópavog og Hafnarfjörð og ég þekki ekki alveg þessa staði, sko, komst það sé hérna, ég held til dæmis að Garðabæjarlistinn, að Samfylkingin muni bjóða fram í Garðabæ. Og þá verða þeir sem áður fylgdust með sem að voru svona VG fólk og svona vinstramegin við Samfylkinguna. Að þau eru svona heimilislaus og þótt að það búist ekki við að sko róttæki sósíalista fá meirihlutann í Garðabæ, að þá er ekkert, minnst ekkert sagt það hvort að þú getur ná 10% í Garðabæ, alveg eins og í Reykjavík eða Mosó eða Hafnarfirði. Það er ekkert, þótt að sé svona margir sjálfstæðismenn, þá er það ekki þannig að bara öll línan færist niður og til dæmis, það getur vel verið að sé bara tækifæri inn á í Seltjarnarnesi að koma með frambóð sko vinstra megin við Samfylkinguna. Að það sé bara allt eins líklegt að slíkt frambóð hafi áhrif á umræðuna og ákvarðanir í framhaldinu heldur en að allir þurfa einhvern veginn að vera með einhverju sem næstu alveg eins og Sjálfstæðisflokkurinn. Já. Það eru breytingar í Kópavogi, Egilsdóttir, Sigurbjörg, sem verið Pírata og verið vel að tala hérna hjá okkur svona í kaffi hérna frammi og hérna hún Theodóra sem hérna... Hún ætlar ekki áfram. Hún ætlar ekki. En Píratinn? Nei, ég var að segja, þarna Egilsdóttir. Ætlar hún að hætta? Nei, hún hættir. Í alvöru? Ung kona, sko, og við einmitt fólk tala mjög vel hana. En mér það svolítið, er það ekki bara dæmi það að Píratarnir ekki neitt, sko. Þannig að hún horfir bara fram á það. Ef ég ætla að fara að bjóða fram þá þarf ég bara að gera það bara ein. Því það ekkert bakland í Píratur lengur. Nei. Og hún bara horfir á að það bara allt og mikið vesen. Getur ekki verið bara það? Jú, kannski, En hún hefur verið vakið athygli á mörgum málum í sambandi við svona lóðútlutanir eða svona hálfgett svona brask sem að var þarna í þessari nýju byggð þar sem áður var iðnaðarhverfi út á Kársnesi, þetta ekki Kársnes? Jú. Hún hefur verið með svona nokkur mál. Já, ég man eftir þarna á tímabili fyrir einhverjum árum síðan þá var ég í sambandi við hana þegar ég var þarna bæjarmálafréttir svona á miðjunni hjá mér og þá var hann alltaf svo viðræði góð Svo er það spurning með eins og Reykjanesbær sem náttúrulega mjög stór. Þar eru innflytjendur hvergi fleiri og innflytjendur fá að kjósa í sveitarstjórn eftir 3 ár eða hvort það 2 ár, ég held að það sé 3 ár. Þannig að kannski ættu innflytjendur bara að búa til lista. Það er góð hefð fyrir því til dæmis í Hollandi að svona innflytjendur eru bara með sin eigin lista en það eru þeir með alls konar mál sem að tengist bara menntakerfinu og alls konar hlutum sem að hinni flokkarnir eru bara ekkert með á dagskrá. Þannig að eins og hollendingarnir eru líka með eins og lista aldraðra og dýravinna það eru sem þá dýravinir sem ekki þá eins og umhverfisinnar sko, sérstaklega dýravinir. Þannig að kannski verður eitthvað svoleiðis tækifæri. Í Garðabænum? Nei, í Reykjanesbæ. Já, ég veit það. Því að ég held að það er líka gaman að fylgjast með Reykjanesbæ því að mann sýnist að vera svona ultra hægrið eiginlega með sterkari stöð á Suðurlandi og maður aldrei almennilega átt að segja hvort það sé gamla biblíubelti sem maður var alltaf að tala á Suðurlandi sem var alltaf svolítið íhaldsamt eða hvort þetta sé fólkið á Reykjanesinu eða Suðurnesjum. Sjálfstæðisflokkurinn í minnihluta í bæjarsvöldninni núna. Já, og vilja alltaf breyta því. Já, kannski.
kannski. Og hvað heldur með Guðlaug Þór? Ég held að fari. Já, ég hef haldið fram hann fari ekki og svo hef ég haldið fram hann fari. Ég ætla að halda mig við það. Ég hitt hann daginn og mér fannst bara stundu getur maður lesið eitthvað á bara stemmingun í fólki. Mér fannst það eins og hann langaði og hann teldi sig geta unnið. Bara skynjaði eitthvað neinn. Hann bara Hildur Björnsdóttir verði bara sjálfkjörinn. Já, eins og hann var að hlaupa inn nei, hann ætlaði að fara fram. Nú, já, ég var að minna það líka. Já, þegar hann hleypur inn á völlin svona, hvað segja íþróttamenn, hollningin á honum var þannig, að ég held að hann sé að fara í slag. Kassin út. Já. Ég held að. Og þá, en ég veit ekki hvort að það sé sniðugt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að koma með svona gamla þingmann. Nei, ég veit ekki, en sko, í þingliðinu verður hann ekkert meira en hann orðið núna, sko. Hann búinn að vera ráðherra. Já, ég held að. Ég held að hann sé ekki, en samt það þannig, það ekki, að gulla liðið tryggði Guðrúnu kjör sem formann. Já. Það ekki? Jú. Þannig hann ætti að vera í Guðrúna liðinu. Já. En ég veit ekki. Já, en hvað býður þessi liðs, þess hóps? Þá tekur Diljá Mist yfir fórustuna í þeim hópi. Já. Nei, ég segi Guðlaugur Þór margreyndur í stjórnmálum og Þau geta hugsað, ég meina þessi ríkisstjórn að sigla inn í erfiðan vetur efnahagslega og það sprungurnar munu vikka í samstarfinu og það mun reiða á og þannig að okkar fylgi mun aukast og kannski fer flokkur fólksins á taugum og slítur ríkisstjórninni eða viðreisn eða eitthvað. Þannig það alltaf tækifæri í pólitík, sko. Já, hvað verður það aftur Hvað sagt, ein vika langur tími í pólitík? Jú, en hvað verður þá kannski bara aftur heilbrigðisráðherra eða eitthvað sem hann búinn að gera. Hann verður aldrei forsætisráðherra. Nei, verður líka ekki formaður. Maður sér ekki fyrir þess að hann farið á móti Guðrúnu í framboð. Maður sér það ekki fyrir sér. Já, og Áslaug Arna kemur bara menntari tilbaka. En Sjálfstæðisflokkurinn í rosalega óstuði, sko. Og það þegar fólk að tala uppsveiflu Miðflokksins. Ég var að fólk við að telja að það sé ástæðan fyrir einhverju stefnu Miðflokksins. Þetta bara, það eru 3 flokkar í stjórnarandstöðu. Það er Sjálfstæðisflokkurinn sem bara í sögulega litlu stuði og það er Framsóknarflokkurinn sem bara aldrei verið eins litlu stuði og auðvitað fer mesta fylginu yfir á Miðflokkinn. Þetta er eins og stjórnarandstaðan við ríkisstjórn Sigmundar og Bjarna. Það sem var samfylkingin í sárum, VG í sárum og reyndar Björt Framtíð sem var svona, og svo Píratar. Og óánægju fylgi með ríkisstjórnina bara lagðist upp að bryggju Pírata. Sumir Píratar héldu það að þetta væri viðurkenning á stefnu þeirra og héldu að fólk væri að biðja það og fóru út í kosningabaráttu og voru alveg rosalega ýktir Píratar. Héldu að það væri svo eftirspurn eftir þeim. Þeir fóru úr 34% sem mældust í yfir í 1,5 ár. Og alveg fram að vintriskjölunum, alveg fram að fundunum á Austurvelli og þú hefði getað sagt að, ég meina, í síðustu mælingu var Píratar með 34% fylgi. Ef ég horfi yfir Austurvöll, þeir hljóta að fara í 50% næst. Nei, það gerist ekki. Þegar þeir að búa til kosninga haustið, þá byrjaði hægt og bítandi að síga og endaði 14%. 20% stig fóru frá þeim, sem að voru aldrei atkvæði sem að voru einhvern veginn að veðja og Pírataði fram yfir, það voru bara, þetta bara eins og svona óánægju fylgi sem að vera að þvælast sjóin og bara lagði upp að þessari bryggju. Svo þegar það búið til kosninga þá fóru þessi bátar bara hinga og þangað. Þannig að ég held að Miðflokkurinn verður svo skrítin að ég hef enga trú að því að náttúrulega Farage stór skrítið maður. En ég held að þetta sé, ég heyri það bara í svona spjallþáttum, þá verður bara menn ganga út frá því að þetta lýsi einhverju afstöðu almennings til innflytjenda og svona, ég held að það sé bara ekki þannig. Og þetta eru þeir eiga svona 8% kjarnafylgi og svo kannski 6% viðbót sem eru að glíma við hvort það fari svona Jóns Gunnarssonar megin í Sjálfstæðisflokkinn eða Sigmundar megin en ég myndi, eins og eitthvað sagði, ef ég væri í Miðflokknum myndi ég ekki taka upp kampavínnið. Ég trúi þessari greiningu hjá þér.
Nei, það kemur í ljós í sveitarstjórnarkosningunum. Já, það gerir það. Og það líka sjálfstæðisflokkurinn á mikið undir, sko. Í Reykjavík? Já. Þeir verða eiginlega að ná stöðu til þess að mynda meirihluta. Já, því að, annars geta það bara hægt, sko. Já, neða líka sem að Guðrún formaður sagði, sko. Getur ekki beðið eftir að taka til í ráðhúsinu. Nei, þau mistu ráðhúsið 1994. Já. Það er bara, ég veit ekki, kannski 30%. Nei, jú, kom ekki Jú, í eitthvað smá stund þarna með Birni Inga og þetta var tímabilið þarna 2006 til 2010. Það sem að voru 3 meirihlutar, 100 daga meirihlutar sem að, og svo 2 meirihlutar Sjálfstæðisflokksins. Já, endaði sem sagt. Nei, 3 raunverulega. Já. Það byrjaði á Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki. Já. Hann sprakk, kom 100 daga meirihlutin. Já. Og hann sprakk, þá kom Sjálfstæðisflokkurinn með Ólafi F. Og svo endaði með Framsóknarflokkurinn, þá var Framsóknar búin að skipta út og það var hann Óskar sem núna blaðamaður á Mókanum. Og Hanna Birna var náðu að sigla þessi síðasti borgarstjóri þessa óróa tíma. Já, þetta voru 4 meirihlutar á 4 árum. Já. Þannig að þú veist, að því að þeir unnið ekkert í kosningum en eitt svoleiðis. Þess vegna segi ég bara 94, þeir mistu, þá voru þau með meirihluta, sko. Það hefur verið með meirihluta fyrir utan 78 til 82 frá því 1930 eitthvað. Þannig að hvað er langt síðan 94 var? Það eru 32 ár. Já. Það er rosalega langur tími. Þannig að það er ekkert skrítið að þeim klægi í lóana. En ég er ekki viss um að þeir ná þessu. En þeir þurfa að ná ansi góðri kosningu til þess að hafa svona þá stöðu að geta stjórnað í hvert viðræðin að fara. Já. Herðu, fólk að vera veitt á okkur í dag. Takk fyrir Pétur Fjellsteð fyrir að taka upp að senda út og þú að stjórna umræðanum og allir gestir sem hafa komið hingað, en mest þakka ég fólkinu sem hefur sittið heima og eða verið í bílum og verið að horfa eða hlusta. Það er þeir sem hafi verið að byggja upp samstöðina, byggt upp dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamönnum frá efni sem við sjáum og þá finnur fólk okkur á Facebook og YouTube í öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðurinnar, undir nafni Svona Egils og Rauðaborðsins og annarra þátta. Við erum líka í útvarpinu 89,1 á stóru höfuðborgarsvæðinu, það má sækja þær útvarpsendingar líka á spilarann. Spilarinn er á netinu, spilari.is, og svo spilar líka app sem má hlaða í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman, þar erum við nú með 5 á fjarstýringunni. Við erum líka í kabelkerfunum suður með sjó og kannski ég veit ekki. Við erum önnum fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinu upp á efni frá samstöðinu sem er 24 tíma svo lengs, 7 daga í vikunnar, allan á þessu hring, samfélagsumræða í þessu þætti og öðrum þáttum samstöðunar. Það sem drífur samstöðuna áfram fyrst og fremst er áskrifendur. Það er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að líta á að samstöðun sé mikilvægur þáttur í íslensku samfélagi, mikilvægur umræðuvettvangur og frétta tímar sem við höfum verið að reyna og ég veit ekki alveg hvort að við höfum þrek til þess að halda með áfram því að menningaráðurinn okkar var að kynna sínar hugmyndir stuðning við einkarekna fjölmiðla og það er ekki hægt að lesa annað en að það sé búið að sníða reglum þannig að samstöðun hafi engan möguleika á að fá styrk nema að leggja út í mikla fjárfestingu við að halda út í fréttavef sem er engin leið að gera í samkenni við Vísi og MBL sem að fá óheyrilega styrki frá ríkinu og hafa ókeypis opna fréttavefi við alla fjölmiðla sambærilega í okkar heimsluta. Þannig að það má vel vera að við verðum að bara beygja okkur til það að aðgerðir ríkisstjórnarinnar til þess að styðja fjölmiðla felast í því að reyna að fella samstöðuna. En kannski tekst okkur að finna eitthvað form til þess að reka samstöðuna áfram eins og við höfum lengst af gert, fyrst og fremst með stuðningi ykkar. Ef að þú hefur verið lengi á leiðinni að gerast áskrifandi, þá hvet ég til þess að fara inn á samstöðum.is, það er hnappur sem er ástættur áskrift, það getur skráðið fyrir 2.750 krónur sem er grunn áskriftin okkar. Þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem er kjósið ættu að ganga í alþýðufélagið, því það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En þetta er orðið gott í bili, njótið þess sem eftir er helginni, svo sjáum við hér annað kvöld klukkan 8, kannski með fréttum, eða kannski verður bara rauðaborð, sjáum til.